Við erum að leigja búninga eða lána búninga fyrir væga greiðslu til nemenda í menntaskólanum fyrir árshátíðina þeirra sem 23. nóvember. Og við erum með hérna núna 28 búninga. Þeir eru ýmist í einkaeigu félagsmanna í félaginu, dansfélaginu Vefarinn og svo á Vefarinn orðið slettabúningum. Símon, þú segir okkur eins frá starfsemi dansfélagsins Vefarinn. Sko, upphaflega byrjar þetta 2002. Þá erum við beðin að Gunni og Magga, sem eru nú í forsvari fyrir þessu, beðin að dansa fyrir sjónvarpið sem átti að sýna áramót. Og þau fengu nokkur pör til að koma, við vorum 6 pör sem komum þá saman og fórum að æfa í Íslandsbænum inn í Eyjafirði fyrir sjónvarpsupptöku. Helga Bryndís Magnúsdóttir, hún spilaði undir og við sýndum þetta á áramótin, eða þetta var sýnt áramótin 2002. Þannig byrjar þessi bolti að rúlla. Og hérna bjóðið þið krökkunum bara í heimsókn og lagið búninginn að þeim? Já, það er bara þannig að þeir koma hingað og við reynum að taka svona nokkurn veginn eftir röð. Sá fyrsti sem að pantaði kemur fyrstur og svo framvegis. Þannig að þeir sem koma síðast, eða eru síðastir á lista, þeir kannski lenda í því að fá búningar sem að við þurfum að laga mikið og hérna, það getur komið fyrir að við getum ekki einu sinni reddað. Og núna náttúrulega, það voru konur á biðlista og við gátum ekkert reddað öllum, það er bara þannig. Þannig að þetta er mjög vinsælt? Já, mjög. Og þetta náttúrulega byrjaði sem sagt árið 2010 þegar dóttir okkar var í menntaskólanum. Hún samdi við bekkinn sinn, eða strákana í bekknum sínum að koma og fá þessa búninga og síðan hefur þetta bara aukist ár frá ári. Og hér er saumur. Það eru nokkri félagar hérna sem hafa bara setið og breytt búningum og Gunnar og Margrét hafa nú staðið fyrir því og svo fleiri saumakonur. Nú við erum eina helgi búin að vera það í mörg ár núna á Stórutjörnum og förum á hausti og erum fram á sunnudag og tökum það bara danshelgi og núna í ár breyttum við svolítið til og þá voru bara saumanámskeið og þá voru saumaðir skór og buxur og vesti og það var bara líf og fjör þá. Og hingað koma krakkarnir og leigja þetta gegn smá greiðslu og peningun er svo nýttur inn í dansfélagið Vefarinn. Já, þetta er bara fjáröflun fyrir félagið okkar. Og svo gerum við meira. Þeir koma og máta og síðan daginn sem árshátíðin er, þá koma þau hingað öllsömmul og klæða sig og við hjálpum þeim og þá er hér handagangur í öskunni. Þegar það eru á milli 30 og 40 krakkar, já núna verða það 40 krakkar sem koma og klæða sig á kannski rúmum 2 tímum. Nú erum við orðin 14 ára gömul síðan við stofnuðum félagsskapinn. Það var 2014 og í félaginu eru svona 35 félagar og það er mjög vel mætt á allar æfingar. Við dansum einu sinni í viku, allan veturinn og höfum bara gaman. Það er bæði gömlu dansar og svo víkjavakkar og gömlu dansarnir allir sem við leikum okkur að. Við höfum farið erlendis og félagar hafa farið erlendis og við náttúrulega höfum ferðast svolítið og þetta er bara peningur sem við nýtum í okkar starf. Stundum þurfum við að borga fyrir ýmsa hluti eins og gengur í félögum og þetta er mjög góð fjáröflun en við erum samt ekki til ég og krákrökkunum. Svo þurfið þið að passa hver aðra á árshátíðinni. Sko ef þið sjáið að svundan er farin að leka niður, þá farið þið á lagið.